Já, elskuðu vinir, við erum mætt til þess að hlusta á orðuræðu drottins eða orðu drottins og heyra svona hvað hann vill við okkur segja í dag og hann hefur margt við okkur að segja og hann að skoða ýmislegt og pæla ýmsu og veit auðvitað allt sem hann ætlar að gera og fer ekki neina grafgötur með það hvað sér sjálfan varða, hvernig hann vill að hlutir séu og við trúum því og treystum því að drottin gerir það sem er rétt og við göngum auðvitað út á það að svo sé. Og að því við treystum því og trúum að drottin gerir það sem er rétt, þá viljum við líka fara þá leið að bara leyfa honum að handleika okkar mál. Og hvaða mál er hann að handleika fyrir þig? Þú veist það. Sum af þessum málum sem hann vill fá og með, ert þú með áhyggjur af upp í rjáfur, fullur áhyggjum af og þú hefur andvöku nætur yfir því máli sem að drottin er með í vinnslu hjá sér og þér finnst hægt ganga en drottin er á sama tíma sem hann er að leysa þetta mál fyrir þig að vinna í þér sjálfum og sjálfri að því hann vill að þú til að mynda hafir ekki allar þessar áhyggjur af því að hann er með málið og drottin er þannig vaxinn og gerður hann skilur ekkert eftir hálfkara hjá sér en gott fyrir mig að vita að þrátt fyrir það að ég sé með áhyggjur og vansveft á nóttum þá breytir það ekki neinu fyrir hann en hann segir við mig og við þig hafðu ekki áhyggjur, þetta er í góðum farvegi trúur þessu. Ef þú trúur þessu ekki, þá ætla ég að biðja stutta bæn sem er á þá leið, drottin auk mér trú. Og segðu þetta með mig, við skulum segja þetta saman, drottin auk mér trú. Það er trúin sem er áfátt. Ekki það að drottin sé ekki þess að verður að eltast við og trúa á og treysta. Hann veit allar þína aðstæður og kringumstæður. En hann segir, drottin, hann segir við þig, ég er með málið í minni hendi og ég mun klára þetta mál. Svo bætir hann við aftur, hafðu ekki áhyggjur. Og ég segi aftur, og þú ætlar að segja það með mér, drottin auk mér trú. Að því, bak við allt saman, á ég erfiðleikum með að treysta þessu. Ég segi það, ég vil það, en samt er allt í mér sem treystir þessu ekki að þetta verði. Ég horfi á veskið mitt og það er tómt eins og alltaf og ég sé ekki að allir neitt að rætast úr. Þetta er fóður fyrir alla vanlíðanana sem að hrjáir mig og rænir mig hverjum góðum deginum eftir öðrum. Áhyggjur er eitt af versta sem fyrir mannin kemur. Fjárhags áhyggjur eru það líklega efstar á blaði. Að því að samfélagið okkar er þannig uppbyggt að það krefur okkur fjármagn. Þú snýrir þér ekki svo við í dag að þú þurfir ekki að greiða fyrir. Og ef þú átt ekki neitt til að greiða fyrir, farið ekki. Nema einhver réttiður ölmusu. En drottin segir, þú ert ekki ölmusu maður. Þú ert í mínu húsi, þú ert mitt barn og þú ert minn maður og mín kona, treystu mér. Og ég segi í þriðja skipti og þú ætlar að segja það með mig, drottin auk mér trú. En það er ekki vandinn. Er það ekki einmitt þetta trúleysi mitt sem er vandinn? Er það ekki einmitt þetta trúleysi mitt sem veldur mér óþælum mæðinni? Er það að ástæðulausu að drottin segir þess orð? Drottin auk mér trú, eða það var einhver maður þarna sem var að tala við drottin sem sagði þetta við drottin auk mér trú. Hann viðurkenndi þetta hennar veikleika sinn að hann ætti í basli með
að treysta drottni þó hann vildi það af öllu sínu hjarta. Er þetta ekki heilmikið til í þessu hjá okkur sem við erum að segja hér? Ég þekki þetta jafnvel og þú, því ég hef oft verið á þessum stað þar sem ég sé ekki út úr augunum fyrir áhyggjum, og ég segi það af reynslu og þekkingu. Þetta er eitt það versta og mest uppetandi fyrir hvern mann sem í lendir, og hver getur státað að því að vera laus við þetta? Hann rétt upp hendi, og ég segi við hann og hana: þú ert hetja. En ég held að enginn hendi sig á lofti, því að við erum öll að þessu leyti á sama báti á kannski misjöfnum tímum. Þú kannski hefur ekki neinar áhyggjur í dag og Guð blessi þig fyrir það, en það eru fullt af fólki í kringu þig sem er fullt uppi rjáfur af þessum áhyggjum, og svo réttlast þetta af því fólki og hefur þá kannski bara færst yfir á þig út af einhverju máli sem þú ert að gangi í gegnum, og þú ert komin á sama stað. Hann er maður sem hefur ekki áhyggjur, þekkir þær ekki, hann getur ekki rétt upp hendi nema þá að vera bara að gera það bara í einhverju djóki. En við erum ekki fólki sem djókum með alvöru mál. Við erum fólki sem horfum á staðreyndir eins og þær eru og viljum taka á þeim af því við viljum bæta okkar líf. Við höfum of oft reynt uppetandi mátt og afl áhyggna að við viljum losna við það, og höfum þó lært það mikið að með því að leggja þetta á drottin, segja það við sjálfa sig, hann er með máli og það er í góðum farvegi, þá réttlast þetta af okkur þessar andstyggilegu áhyggjur sem gera ekkert gagn en svo mikið ógagn fyrir líf mitt að við þurfum ekki einu sinni að tala um það. En þetta er einn fylgifiskur þess að vera manneskja, búandi í þessum heimi sem hefur byggt allt sitt utanum fjármagnið. Það er vansæll maður og það er vansæll kona sem á ekki til aur í veskinu sínu. Því að ef að einhvað í dag bindur fólk, þá er það. Ég þekki þetta líka því einu sinni var ég á þessum stað. En núna er ég ekki á þessum stað, svo er Guði fyrir að þakka. Þannig ég hef nóg til hnífs og skeiðar. Af því ég er búin að koma mér sjálfur á þann stað að þetta er mögulegt. Ég er búin að vinna mig upp í þetta. Ég komi með mín fjármál í lag. Einu sinni voruð í óreiðu og líklega meiri óreiðu heldur hjá þér sem ert þó með þín fjármál í klessu. Mín voru í ennþá meiri klessu. En svo fór ég að sjá þetta gengi ekki svona, og þetta er árangurinn af því máli að það er allt komið í gott lag, og það er til smávegis og öðrum á bók sem ég get svona kallað fyrir mig sparnaður, og mér líður vel með minn sparnað. Þannig að þú sem ert að basla í þessu, reyndu að koma þér upp öðruvísi hugafæri í staðin fyrir að vera barmaður endalaust. Reyndu að keyra í herðarnar og byrju Guð að hjálpa þér við að keyra í herðarnar, og gangtu í þetta mál og losaði þig við það. Það tekur tíma. Ætla hafi ekki tekið mig svona 1,5-2 ár og svona eftir á að hyggja, þá finnst mér það ekki vera neitt sérstaklega langur tími. En þegar þú ert komin á þessa stefnu og þú sér að það er farið að minnka, og þá ertu í raun ekkert að hugsa neitt um það, þú veist að einn daginn þá lýkur þessu, og því lauk hjá mér. Og þetta er búið að vera staðan hjá mér síðustu 7-8 ári, ég man ekki hvernig þessu lauk, að það er búið að vera í nokkur ár, og ég ætla ekkert að líka því sem er í dag sama við það sem var einu sinni, og það verður aldrei aftur, því ég vil það ekki. Þannig að ég ræð heilmiklu um það hvernig þau mál öll eru. Akkur var þetta? Þegar drottin
gekk í málið, hann gaf mér ráðin og ég fór eftir þið. Af því að ég vil að trúin mín virki í verki. Það er ekki nóg að eiga trú, hún verður að virka fyrir mig í verki. Segðu þetta með mér, virka fyrir mig í verki. Og það er lykill að betra lífi og færri stundum þar sem áhyggjurnar hreinlega ætla að kaffæra mann. Það hefur ekki gerst í bara langan tíma, en þetta skjótaður upp svona eitthvað svona smottir í, en það er yfirleitt ekki langvinn. En að vera með svona þykkan stapla af ógreitum reikningum og vera sjálfur svona í hjarta sínu heiðarleg manneskja, viljandi vera það og þrá það að vera heiðarleg manneskja, þá trúiði mér að þetta var bara helvíti fyrir mann. Helvíti fyrir mann. Og það var enga hjálp að fá. Hann þurfti að ganga í þetta allt saman sjálfur. Og það skiptir engu máli hvort maður gangi allt saman sjálfur eða fái hjálp við það. Aðalatriðið er það að þetta var gert og nú er þetta frá. Og það er það sem gerir gæfu munin. Þess vegna lærum við það og við ætlum að byrja að vaxa í því hér og nú að treysta Drottni. Og við ætlum að hætta að tala okkar mál við hvert sem er. Við skulum að tala við það fólk sem hefur reynslu og þroska til að taka við því sem við erum að segja og tala inn í málið með einhverju viti. Ekki blaðra með blöðrur. Ekki leyfa þeim lengur að stýra því og stjórna hvernig þér líður. Því það er ekkert mál að sitja inn í samræðum þar sem menn er að velta þessum hlutum fyrir sér og allir með sömu steypun. Og hvað kemur út úr því? Steypa, vanlíðan og ennþá meiri áhyggjur. Engin lausn, hvergi ljós. Ef þú vilt fá ráð, leitaðu þá til þeirra sem þekkja inn á vettvangin. Það er leiðin til þess að þér fari að líða aðeins skár og áhyggjun að minnka. Og umfram allt, gangt í þig á einhverju stað og settu þér markmið að vinna þetta frá þér. Þú ert ekki minni manneskja heldur en ég, það skaltu vita. En þetta gerði ég. Að því ég sá, viðurkenndi að ég vildi ekki lengur að þetta væri í þessum farvegi. Og nú er staðan önnur. Þú getur líka sagt þetta. Ef þú ferði í þetta verk, þá muntu einhvern tíma, x tíma, fyrir eftir í hvað vandamálið er stórt í dag. Horfa tilbaka og sjá þetta þar, en ekki í þínu veruleika í dag. Og þá ertu ekki með svona mikinn stafla af ógreitum reikningum sem breyta deginu fyrir þér í helvíti. Þessi reikningur er farinn. Hann er ekki lengur að plaga þig. Af því að þú gekkst í þig, tókst þér taki og sagðir við sjálfa þig, þetta er liðin tíð í mínu lífi. Getur engin maður breytt því að Drottinn er með sína hönd í þína og hann sleppir ekki. Og allt sem hann gerir miðar að því að ég og þú eigum gott líf. Og það sem veldur okkur áhyggjum veit hann rétt eins og ég og betur en ég auðvitað að þetta er afl sem mun alltaf eyðileggja daginn og draga úr mér allan mátt. Við finnum þegar áhyggjurnar eru hvernig við bara höfum ekki kraft í neitt og við erum alltaf þreytt. Er það ekki rétt? Ekki að því að við séum í svona mikill erfiðisvinnu. Nei, við erum andlega þreytt. Yfirleitt er þreytan mest á sú, hún er andlegs eðlis.
Ég hef oft unnið erfiðisvinnu og verið svona líkamlega þreyttur og það í raun allt í lagi með það. Góður svefn tekur það burtu frá mér, en andlegar áhyggjur eru miklu erfiðari. Þær þreyta okkur mest allra þreytu, ekki líkamleg vinna. Þetta er ástæðan fyrir því að svo mikið af andlega veiku fólki gengur á meðal okkar. Þreytt, lúið, hefur sig ekki neitt, ekki að því að það sé að gera svona mikið, heldur hefur það sig ekki í neitt vegna þess að hugurinn er endalaust að spinna og þreyta mannin í hjarta sínu, af því að honum er ekki ætlað að vera á þessum stað. Inn í þetta kemur Drottinn með sín ráð, með sína kennslu, og hann segir: hafið ekki áhyggjur af deginum, hafið ekki áhyggjur af morgundeginum, því morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hann viðurkennir þessa staðreyn að þetta sé eitt af því sem er að plaga mannin, og traust á Drottinn sem við þekkjum, trúum á og elskum, er lykillinn að þessu dæmi. Þú segir, sannfærir þig sjálfa það og veist að Drottinn er með málið í sínum höndum, og þú segir, það er í góðum höndum. Og hvað getur þú gert í staðinn? Það besta er að bara lofa Drottinn, bara treysta því að hann sé með þetta að vinna þetta fyrir okkur. Hann getur verið með manneskjur í verkinu fyrir þig, einmitt til þess að þú, hver sem þú getur haldið áfram að gera það sem þú ert að gera til að byggja sjálfa þig upp. Með öðrum orðum, það er verið að hjálpa þér. Þú ert að lofa Drottinn, af því að Drottinn er að gefa þér tækifæri til þess að lofa sig, af því að það eru aðrir í verkinu sem að þú hvort þið ræður ekkert við. Hann er með þig á þínum stað, segjum það, af því að hann vill að þú hafi næði til að gera það sem að þér prívat og persónulega snýr, að koma skikki á því sjálfan. Hann er með allt hitt, og hvað ætlar að gera í því? Þú ætlar að vaksa í trúninni og leyfa svo Drottni að sjá rest, því það er hann að bjóða þér, og hann er með fólk á sínum vegum sem ætlar að sjá þetta mál. Trúir þessu? Það gerir engin neitt fyrir mig, segir það er rangt. Það hafa margir gert margt fyrir þig, og það hafa margir gert margt fyrir mig. Sumt hef ég séð, annað hef ég ekki séð. Það sem ég sé ekki er að vanþakklæti, og andhverfa vanþakklætis er þakklæti. Og það er eitt af því sem Drottinn hvetur okkur sýknt og heilagt til að eiga í hjartan okkar. Akkur hvetur hann okkur sýknt og heilagt til að eiga þetta í hjarta okkar? Að því við erum svo gjörn á að gleyma því. Og þá dettum við niður í þessa hugsun: það gerir engin neitt fyrir mig. Jú, vissulega höfum við oft þurft að baslast og streða og gera allt og margt sjálf. Og hvað með það? Akkur getum við ekki gert það? Er það ekki þegar upp er staðið það sem gefur okkur þekkingun og reynsluna? Hver hefur fengið allt á silfurfati inn í sitt líf? Ekki ég allavega. Ég þurft að hafa fyrir öllu sjálfu. En sumt hef ég fengið aðstóð við, og sumt hefur verið gert fyrir mig að ég gata það ekki sjálfur. Og þetta er staðan í dag, harla góð. Þú getur komið þér líka á þennan stað
en það gerist ekki ef þú vilt ekki gera í málinu. Ef þú vilt bara áfram vera með áhyggjurnar upp í rjáfur í þér sjálfri og sjálfum, það ekki leiðin. Við verðum að keyra í herðarnar og gera það sem að okkur snýr, byggjandi okkur upp til þess að við séum í stakk búin að takast á við það sem meira. Þá erum við sjálf að vera á einhvernum grunni sem heldur. Og nú ég að boða þér trú á Jesú Krist. Hann heldur. Og ég að hvetja þig til sem átt trú að bara varpa þessu yfir á hann. Hve oft vörpum við ekki því sem við ættum að varpa yfir á Krist, yfir á fólk. Og það situr bara með hendur í skauti og lofar öllu fögru og gerir ekki neitt, kannski. En við vörpum þessu yfir á Drottin sem hefur menn og konur á sínum vegum sem ganga í málið. Og þú nærið aftur þínu rétti sem reynt var að taka af þér og þú fylltist upp í áhyggjur af, en svo kom það aftur að því Drottinn sleppti aldrei hendi af þér. Og hann segir við þig, hafðu ekki áhyggjur, og hann segir líka við þig, haltu áfram að byggjast upp í andaðinu. Notaðu þennan tíma sem þú hefur til þess að byggja þig upp í andaðinum, því að þegar ég er búin með mitt og þú hefur verið að gera þitt, verður þú í stakk búin að njóta þess sem ég er að gera. Þetta er verkslagi hjá Drottni. Og vil ég þetta? Ég vil það. Þú vilt það líka. En til þess að ég höndli þetta, til þess að ég taki þessa afstöðu þarf ég trú. Já, Drottinn auk mér trú. Við ætlum að segja þetta saman í einu sinni. Drottinn auk mér trú. Því hún er það sem vantar upp á dæmi til þess að áhyggjurnar fari. Það er þessi merkilega trú. Og það er þetta sem Drottinn er að tala inn í þinn anda í dag. Að því hann er búin að sjá það, þú ert á þínum stað, hann ætlar að taka á því, hann ætlar að lækna þetta, og hann ætlar að sýna þér það, að hann er með verkið í sinni hendi. Og hann ætlar jafnvel að sýna þér það fólk sem er að vinna þetta verk fyrir sig. Fyrir sig og leið þig og mig og okkur. Já, ég þarf trú. Drottinn auk mér trú. Þetta var beðið fyrir framan hann, Drottinn á einhverjum stað, einhver maður sem gerði það. Og hann gerði það vegna þess að hann sá að þetta var vandinn fyrir sig og vissan á. Og hve mörgum er þetta ekki einmitt vandinn stóri að okkur skortir trú. En því að toga þetta alltaf af honum og fara með þetta sjálf í einhver gassagangi og svo náttúrulega missum við þetta við lappirnar á okkur og veltustum á hausinn yfir þessum böggli sem datt fyrir fram að fætur okkur og við á harðarhlaupum að redda. Við höfum bara gert illt verra af því að okkur vantar trú. Við eigum ekki þá trú sem við heldum að við ættum. Það kom í ljós þegar á reyndi að hún var ekki til staðar. Maðurinn sem sagði þessi orð sá þetta og þess vegna hrópaði hann þetta frá hjarta sínu og gaf mér eftirdæmi og fyrirmynd að sama. Því oft hef ég verið á þessum stað vandans að eigi ekki til trú næga til að treysta bara Drottinn fyrir þessu. Við erum að fá góða kennslu í dag, elskuðu vinir. En að vera með áhyggjur endalausar er góð og besta leiðin af öllum leiðum til þess að eiga dapran dag í dag. Og það var ekki það sem Kristur dó fyrir. Til þess að ég ætti þennan dag dapran.
Nei, hann dó til þess að bæta lífið mitt og hann veit það að dapur maður er ekki í stakk búinn til að taka við því sem er hans. Dapur maður er dapur vegna þess að hún skortir trú. Þetta snýst allt það hvernig ég vinn mína vinnu á akri Guðs og akurinn er ég sjálfur. Og hvað er ég að gera fyrir þennan akur sem heitir, já, bara Konráð, og þú nefndu nafnið líka. Ég vil lesa í orði Guðs. Ég vil byggja mig upp með því ef ég þarf að segja það, þá segi ég það, mér skortir trú. Bætti úr því Drottinn. Að þetta er bara sannleikurinn allt og oft. Það er þá sem við grípum þetta af Drottnum og hlaupum af stað sjálf og dettum svo þetta því þegar við mistum þetta úr lúkanum á okkur og þá náttúrulega bara féllum við á hausi og hröfluðum okkur á enninu og ekkert hefur gerst þannig. Í stað þess að hvíla bara með þetta í Drottni, halda bara sínu striki á akri Guðs. Ég ætla þrátt fyrir þetta að vinna það sem Drottinn er að bjóða mér að vinna og segir ekki á einu stað í Gamla testamentinu að jafnvel þótt að nautin fari úr nautahúsinu, þá skal ég samt gleðjast í Drottni. Hver sagði þetta? Mögulega maður sem horfði upp á slæma daga hjá sér. En hann tók sér taki og hann er fyrirmyndin mín og þín í dag, að þráttur að nautin fari úr nautahúsinu, þá skal ég samt lofa Drottinn. Áhyggjurnar við lofsöngin hurfu. Af því að þráttur allt, þá var hann alltaf með lífið sitt á klettinu. Og þetta er hann að bjóða mér og þér í dag. Að vera áfram með lífið mitt á klettinu. Og vil ég það? Ég vil það. Ég vil ekki vera fullur upp í rjáfur af áhyggjum. Jafn uppetandi og þær eru, og ég tala af reynslunni rétt eins og þú. Því ég þekki þetta rétt eins og þú. En ég veit líka máttinn þegar trúin er alls ráðandi í mínu lífi. Hvað það er miklu betra. Og þegar trúin er alls ráðandi, þá treysti ég Drottni fyrir verkefnunum sem hann er að vinna fyrir mig. Og þau hafa alltaf skilað sér í blessun til mín. Ég var að vitna hérna áðan skuldastöðunum sem er 0 í dag. Ég skuldi ekki neitt. Nema bara ég auðvitað borga í mánaðarlega það sem ég þarf að greiða, og það er alltaf greitt á réttum tíma. Það verður ekki neitt tekið af mér þannig að ég geti ekki. Ég lofa ykkur því. En Drottinn hefur verið mér góður. Hann hefur gefið mér afl og visku til þess að leysa þessi mál. Og þau eru í höfn í dag. Af því að ég fór og gerði það sem þurfti. Segðu þetta með mér. Ég fór og gerði það sem þurfti. Og hvað þurfti? Það var margt. Nú er engin svona stafli sem ég held á. Kom hann, eða hann alltaf ekki nema kom hann, þá var hann bara í nokkra daga, bara eins og eðlilegt er. Og málið dött. Það er hægt að búa sér betra líf, en þú gerir það aldrei ef þú gefur þér ekki einu sinni tíma til þess að byggjast upp sjálfur og sjálf. Það er grunnurinn. Og þess vegna er Drottinn með suma þar sem þeir eru. Því hann ætlar að gefa næði til að vera þar sem þeir eru. Og aðrir sjáum ýmislegt fyrir það, og þannig er kerfið. Þetta verður ekkert frá þér tekið. Trúðu mér með það. Það er ekki hægt að breyta þessu. Þegar við höfum byggt kerfið upp svona. Það sem er vandinn við kerfið okkar
samfélagskerfið er að það byggir 100% á fjármagni. Og ef þú ert ekki fjármagn, þá ertu í mjög vondum málum. En samfélagið er líka þannig uppbyggt að það mætir þeim sem get ekki einhverju hluta vegna framfleytt sér og eðlilegan hátt. Þannig að við skulum þakka fyrir margt. Trúiði mér, sumir hafa þetta ekki. En við höfum margt sem aðrir hafa ekki. Það er eitt af því sem Drottinn hefur gefið mér. Það er þetta, eins og ég segi, merkilega þakklæti. Ég geri mig grein fyrir því að ég hef fengið aðstoð þegar ég þarf á henni að halda, en ég hef alltaf þurft að knýja á sjálfur með hana. Eðlilega. Því að þú segir ekki neitt, þá er ekkert að. Er það ekki rétt? Jú. Ef þú segir ekki neitt, þá er ekkert að. En þegar þú talar það sem er að, þá sjá aðrir að þarna er einhver hængur og þeir eru sumir tilbúnir til þess að leysa það mál með þér vegna þess að þeir hafa þekkinguna í dæmið. En þú verður þá að hlusta á það sem þetta fólk er að segja. Þú verður þá að treysta því að það viti ýmislegt sem þú veist ekki. Og umfram allt hefur lagt byrðarnar á Drottinn sem hefur komið þessu þannig í kring að af þessu samtali hefur orðið við þessa og hina manneskjuna. Af hverju? Drottinn á marga í þessari borg. Drottinn á marga í þessari borg. Þannig við sjáum, við erum ekkert ein í þessu. Og það sem að Drottinn er með yfir, það sem Drottinn er með í sinni hendi, það tekur það enginn frá honum. Af því hann á það. Hann hefur sjálfu lofað mér að annast mig frá vöggu til grafar. Það er ekki ennþá búið að grafa mig, af því ég er lifandi manneskjan, sem merkir það að Drottinn er ennþá með mig í gæslu. Þannig séð, hann ætlar áfram að sjá mér fyrir góðu lífi. Og hann veit alveg hvað ég þarf. Hann veit hver grunnþörfirnar eru. Hann vil gefa mér meira heldur grunnþörfirnar. Það er að segja, þegar hann sér þakklæti mitt, þegar hann sér að ég er manneskja í dag til þess að taka því sem hann er að gera. Með öðrum orðum, ég læriði mína leksíu. Af hverju? Að því ég vildi það sjálfur. Segðu þetta með mér, að því ég vildi það sjálfur. Við verðum að taka háttaskipti hugafarsins, elskuðu vinir. Og þá bullum við ekki með þeim sem er að bulla. Vitandi sem er að út úr því kemur bara steypa sem hefur verið eyðilagt fyrir okkur daginn. Við erum hætt því. Það er að segja, ef við viljum það. En þú rétt eins og ég velur sjálfur og sjálf hvað þú vilt gera. Þetta er það sem ég vil gera. Þetta er það sem mér finnst notalegt. Ég veit ekki með þig, en ég er nokkuð viss um það að þú ert ekki glaðasta manneskjan í heimi þegar þú ert innan bull allan daginn. Komdu burt út úr því. Og vertu í þeim hópi sem talar eilítið uppbyggilegra heldur en bullarann gerir. Þú þarft ekki að vera á þeim stað. Og mundu eftir því að Drottinn vill fá þínar byrðar. Og mundu eftir því að stundu þarftu að minna sjálfan þig á og hrópa til Drottins þessi orð: Drottinn, auk mér trú. Og þú ert með lykil í höndunum, ef þú vilt ekki nota til að opna þessar dyr fyrir þér,
þá er bara við þig sjálfan og sjálfa að sakast. En þú ert með þennan lykil og hann gengur að ákveðnum dyrum þar sem svarið er. Notum það sem er gott í okkar lífi. Við erum ekki að teygja okkur eftir einhverju ryðguðu drasli til þess að nota. Leyfið þið bara að vera áfram með ryðgað. Því að ryðið er svona eyðingar máttur, eftir einhvern tíma þá er þetta bara horfið. Notum það sem er gott, og trúin er það besta sem hver maður getur eignast. Og það er notalegt að eiga þá hugsun að Drottinn er að vinna í þessu. Því að það sem Drottinn er að vinna í það líka skila sér sem árangur. Þetta er það sem hann er að bjóða mig. Það sem hann leggur hins vegar á mig er: lofaðu Drottinn og haltu þinni göngu áfram með mér og að vinna þau verk sem ég hef sett upp í hendurnar á þér. Það er þitt verk. Leyfðu mér að bera fyrir þig áhyggjurnar og leyfðu mér að sjá lífið þitt. Já, og þá get ég tekið undir með þessum manni sem sagði: jafnvel þó nautin fari úr nautahúsinu, þá skal ég samt lofa Drottinn. Þannig erum við að tala eitthvað alvarlegt, atvinnustarfsemin að fara frá honum, kannski vegna skulda, því að bóndi, hann er náttúrulega með skepnur og skepnan gefur honum arðinn til framfærslu, en svo getur komið upp hjá honum að hann standi frammi fyrir því að það gerðist eitthvað í reksturum og nú er hann að missa allt úr höndunum á sér. Og þetta olli þetta honum áhyggjum og leiða og allt saman þá og reiði og allan pakkan, en á einum stað hristi hann þetta af sér og sagði að þó að nautin fari úr nautahúsinu skal ég samt lofa Drottinn. Svona segir enginn nema hann sem hefur vaknað af værum svefni. Og þetta fór, segjum það, en hann hélt gleði sinni áfram. Því að það rætist alltaf úr. Það er ekki rétt. Ég er orðinn 61 árs gamall. Jú, það rættist alltaf úr. En stundum var erfiðara en á öðrum tíma. En það rættist alltaf úr. Og í dag get ég tekið undir með þessum ágæta manni sem sagði: þó nautin fari öll úr nautahúsinu skal ég samt lofa Drottinn. Og þetta eru skilaboðandi þín. Þrátt fyrir skaltu samt lofa Drottinn, því hann er með verkefnið hjá sér, og trúðu mér með það að það sem Drottinn er með hjá sér, þér sem þú átt, skilar hann til þín heilu og í fullir í gagnsemi. Og þú ert á meðan bara á þínu stað, gerandi verkin sem að Drottinn hefur boðið þér, af því að þú gerir þig grein fyrir því að gleðin er það sem að þú þarft að eiga. Þegar lífið heldur áfram þrátt fyrir, og mundu það líka að þú ert enn upp í standandi. Af því að það rættist alltaf úr. Þú ert á þeim aldri sem þú ert á. Ég sagði áðan, ég er 61 árs. Þú ert á aldri sem þú ert á. En það rættist alltaf úr. Og það mun líka að gera það núna. Trúðu því sem ég segi þér. Það mun líka að gera það núna. Taktu eftir því, og ég bið Drottinn að minna þig á það þegar það kemur. Að það rættist alltaf úr. Við þurftum ekkert að hafa þessar áhyggjur sem við vorum með og voru að sliga okkur og olli okkur var jafnvel vansveft eða svefnlausri nótt. Við þurftum það ekki. En við völdum það að því einu að við treystum aldrei Drottni. Jesú nafni.
En Konráð Rúnar Freyvinsson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og vinna meira með og tilgangur ekki annar. Ætlar að halda þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja inn í málið með honum.